Jæja, Baldur Borgþórsson, gott að fá þig. Já, þakka fyrir. Ég ætla að titla þig sem fyrir varaborgarfulltrúa. Já, ég held að það sé við hæfi. Já, enda þekkiru það vel og búin að vera lengi í þessu. Ég ætla að undra þig fyrstu spurningunni sem svolítið stór. Já. Hvernig líst þér á stöður í stjórnmálum í dag? Hvernig verður veturinn? Já, það er auðvelt að svara þessu. Nú erum við búin að vera með 3 útifundi. Já. Niður á Austurvelli og viðbrögðin frá þeim stjórnmálamönnum sem verðum að sæti Alþingis í dag, öllum 63 með tölu, eru 1 stórt 0. Engin viðbrögð. Það er ákall frá þjóðinni, stórum hóp þjóðarinnar að það sé brugðist við í þeim málum sem við erum að berjast fyrir. Og svörin eru engin, þannig að þá geti svarað spurningunni hvernig verður veturinn pólitískt á Alþingi. Það verður nákvæmlega ekkert að frétta. Það verður áfram sami hráskinnarleikur og búinir að vera síðasta vetur. Og ástæðan er að sú að það hefur voðalega lítið breyst á Alþingi. Það komið ný blokk til valda, en áttum okkur fyrst á hvernig fyrri blokkir hafa skilið við sig. Og að því að við erum Ísland þvert á flokka, þá liggur beinast við að benda þar á útlendingalögin sem voru samin og samþykkt í 2014-15 og endanlega afgreitt í gegnum Alþingi vordögum 2016. Já, 2016. Þar með opnuðust allar flokkátir. Já, þá byrjaði þetta. Og þá voru Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Sjálfstæðisflokkur er búin að vera með, tökum sem dæmi fjármálaráðuneytið, var með það í 11 ár samfellt. Síðan verða stjórnarskipti núna síðustu jól. Og við getum alls ekki bent á eingöngu núverandi valdhafa með allan það vanda sem við þjóðinni blasir, okurvextir, galopin landamæri, allt á heljar þrömm. Heldur verður að horfa á Alþingi í heild sinni. Og svarið er einfalt, það vita allir hvað vandinn er, það vita allir hvað þarf að gera, það þarf að loka landamærum, stöðva fjölskyldusammenningar, það þarf að leggja niður hælisleitanda kerfið til minnst 5 ára, engar umsóknir mögulegar, að þeim tímaliðnum þarf að sækja erlendis frá. Öðru sem getur það ekki. Þetta eru kröfunar okkar að hluti að þeim. Og engin þingmaður af þessu 63, alveg sama hvað þeir bladra og babla í hlaðvörpum, sjónvarpi eða á kaffi snúða og vöffluköffum hjá sínum félögum, ekki einasti þeirra hefur lagt fram þingmál til að bregðast við þessum gríðarlega vanda og þessu yfir 100 milljarða blóðstreymi sem að þjóðin verður fyrir okkar í einasta ári bara vegna hælisleitendamála. Ég fæ oft svo spurningu frá fólki, til dæmis eru mjög margir sem nokkuð margir sem ég kannast við sem að kusu flokk fólksins og þau eru bara alveg í miður sín í dag. Og þau segja bara, hvað er það sem gerist þegar að einstaklingur kemur inn á þing og það bara breytast allar áherslur. Það er eins og þeir farið bara inn og stundum tala eins og í myndinni Men in Black þegar pennin er settur framan í og minni hverfur. Hvað er það sem gerist? Það er það sem að fólk spyr sig að þessu. Hvað er það? Við erum að eiga við sama vandan aftur og aftur og aftur. Koma aðrir með völdin og þá er bara einhvern veginn farið að gambla og gera aðra hluti. Hvað er það sem gerist sem að hagsmunir Íslendinga og þjóðarinnar, heilbrigðiskerfisins vana, ekki haft í heiðri? Eins og ætti að vera miklu, miklu meira. Já, þannig er svolítið einfalt svar líka hvað ég heyri þessa spurningu mjög oft, hitti mikið af fólki alla daga og flestir spyrja sig að þessu, ekki bara einu sinni heldur aftur og aftur. Hvað gerist þegar fólk sem það er náttúrulega fullt af fólki að nefnir sem búið að vera lengi og sjóvant, en svo fullt af nýju fólki. Flokkur fólksins gott dæmi og meira að segja að ég trúði því að það væri eitthvað að marka það sem að Inga Sæland og hennar fólk var að leggja fram fyrir kosningar, en við horfum líka á það í beinni þjóðin hvernig það gjörbreyttist, ekki bara breyttist, heldur fór algjörlega andhverfu sína. Algjörlega andhverfu.
útlendingamálin þar með talið. Já, einmitt Ég held að það sé ringasælu. það sem að það einhver vírus sem að grípa fólk sem að gengur hann inn Já, virðist vera. ótrúlegt, sko. og hann heitir Hér ég mig frá mér til mín. Eigin hagsmunir þessara einstaklinga verða algjörum forgangi. Já, það er nefnilega það sem að sko, fólk spyr sér sjálf, hvað það sem gerist? En nú hefur þú talað einmitt þennan hælisleitenda iðna sem að, já, þetta er ekki, ég segi kannski ekki nýyrði, en þetta er eitthvað orð sem að maður hugsa með sér, vá, þetta er svakalega stórt. Hælisleitenda iðnaður, út á hvað snýst það? Það er, hælisleitenda iðnaður er bara eitt orð sem að útskýrir þennan vanda sem að blasir við okkur að þeim hálfum. Hælisleitenda iðnaðurinn er að velta 100 milljörðum ári. Já. Á hverju einasta ári, þetta er ótrúlegar tölur. En þetta er reiknað af sem sagt sprenglærðum prófessor við háskólan, ég ætla að mann ekki nafnið á hann, en hann gerði ítarlega grein fyrir þessu og samkvæmt hans úttektir sem að tók jafnframt fram að væru varlega áætlaðar tölur að þetta heilbrigðiskerfi og annað, af því að þú getur ekki farið inn á ríkisjármál.is eða eitthvað og fengi bara eina tölu, hún er ekki til. Nei, það er bara mjög erfitt. Þannig að hann lagði sig í þessa rannsókn, þessi tiltekni ágæti maður í háskólanum, og niðurstaðan var 100 milljarðar plús. Og þá kemur orðið hælisleitenda iðnaður upp í minn huga, og það er vegna þessir 100 milljarðar, þeir hverfi ekki bara út í andrúmsloftið. Það eru fyrirtæki, einstaklingar og alls konar sem fá þessa peninga fyrir húsnæðið, alls konar þjónustu, túlkaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, leigubílaþjónustu, endalaust. Tannlæknar, alveg sama hvað grípur niður. Hluti af þessum fjármunum, 100 milljörðum, er að renna á ýmsa staði. Að þjónusta Þess vegna er þetta vandamál þvert á flokka. Við finnum svolítið fyndið að því við köllum okkur Ísland þvert á flokka, að berjast gegn þessu. En það sem við erum að berjast við er einmitt þvert á flokka á hvern einasta flokk sem situr inn á Alþingi í dag. Af því að fólk úr öllum þessum flokkum ætlar ekki að hreyfa við þessum málum, af því að það styggir einstaklinga og fyrirtæki sem er að hafa stóran part af 100 milljarða kökunni sem að dreifa út í sína hverju ári. Og bara þannig við tökum einfalt dæmi, JL-húsið. Já. Leyfi fyrir 267 eða hvað hann var hælisleitið þar. Við getum sagt það sem svo að sá leigusamningur sem að var gerður meira segja, ef þið spáðuð í galskapinn, það er meira segja gert þegar það er ný kjörin formaður hjá Sjálfstæðisflokknum sem að maður hélt að myndi breyta. Guðrún. Guðrún Hafsteinsdóttir. Já. Sá samningur gerður eftir að hún tók við sem forystumaður flokksins. Ég heyrði ekki mikið í Sigmundi Davíð eða með flokknum. Ég heyrði ekki mikið í neinu frá flokki fólksins. Ekki Viðreisn, ekki Framsókn. Ég heyrði bara ekki eitt aukatekið hljóð í nokkrum manni þegar sá samningu að gerðu nema bara almenning. Svo maður fannst þetta fórkastanlegt. Og íbúar einmitt gerðu miklar athugasemdir. Miklar athugasemdir, það er öllum sópað út í haf, enda stutt í sjóin þarna. En þarna erum við að tala um, þetta er kannski keypt húsnæði og andvirði kaupverðsins fær eigandi. Ég ætla ekki að segja að það verið í þessu tilfelli, nú veit ég ekki hvernig húsnæði var keypt. Þá getur þú keypt Jóðelhúsið og fengið hverja einustu krónu tilbaka átt þetta skuldlaust á innan 3 árum. Já. Við höfum fjölda dæma fyrirverandi hús Hjálpræðishersins. Já. Þar kom nú fyrsta dæmið og hvenær kom það? Það datt á veturinn 2016-17 eftir að nýsett útlendingalög tóku gildi. Já. Þannig að þá opnaðist þessi flóðgátt og hún verður alltaf stærri og meiri með hverju árinu og hverju missinu sem líður og enn bendi á enginn af flokkunum Alþingi í dag, enginn af þessum 63 þingmönnum hefur brugðist við á nokkurn einasta hátt. Þetta er náttúrulega, sko, eins og ég segja nú, þetta er þessar spurningar sem fólk spyr sig, hvað er það? Svo kemur að kosningum og fólk er einhvern veginn orðið þreytt á þessu. Það breytist ekki, það gerist ekkert. Já, Hvað finnst þér,
Hvernig sérðu stöðin í dag? Ég meina kannski erfitt fyrir okkur að gefa eitthvað mat á þetta sem höfum nú komið nálægt stjórnmálum og verið að tekið þátt í að stofna flokka jafnvel og eflaust einhverjar verður kallaði fyrir eitthvað sko, en hvernig þetta, finnst þér? Það ákveðin aðferðafræði sem í gangi í samfélaginu og þetta sé ég bara á, nú þekki ég fólk á öllum stigum samfélagsins og hitti það mikið á mikil samskipti og við getum sagt að lungin af því fólki sem að ég umgengst daglega, það að berjast við að draga fram lífið. Það að borga af stökkbreyttum húsnæðislánum, það að passa sig að mæti ekki á fundi hjá okkur á Austurvelli, þannig að missi ekki vinnuna sem það í. Því kaffært og milli þess sem reynir að ná andanum upp úr vaxta okurspakkanum sem nú alveg sér kapitúlu út af fyrir sig, sem ég get alveg eins komið aðeins inn að tengist þessu öllu. Já, förum inn á eftir. Á eftir. Að þá, þegar fólk ætlar að reyna að ná andanum, þá það lamið niður með því að það sé að eyða plánetunni, með því að anda frá sér andrúmslofti, keyra á bíl í vinnuna eða hvað. Laus áróður og í rauninni árásir á venjulegt fólk sem bara sinni fjölskyldu, starfi og draga fram lífið. Þannig að fólk eiginlega svipt svolítið orkunni til að rísa upp og segja hingað og ekki lengra. Þess vegna réðust við í þetta eins og þér fullkunnugt Við ákváðum að taka af skarið og reyna að hvetja fólk til að finna eitthvað staðar innra með sér aukna orku til þess að taka þátt í þessu með okkur. Þegar nú bara komið tími á breytingar, það orðið full reynt. Já, ekkert af þeim pólitísku öflum sem eru í boði í dag að fara að breyta nokkuð sköpuðum hlut. Já, þetta svolítið, skulum koma aðeins inn á þetta á eftir. En mér langar svo að því við vorum að tala stöðuna svona með stjórnmálin og þá langar við svo að nefna borgina. Þegar þú þekkir það nú og ég reyndar líka aðeins og ég tekið þátt í því. Já. Og við erum að tala nærið 16 ár sem Samfylkingin hefur verið, sem Dagur Bjargjónsson, sem að reyndar titla sig ennþá í dag sem þingmaður Reykvíkinga. Hann heldur svo áfram að vera sko, í því hlutverki. Já, þetta svolítið magnað að fylgjast með hann á svo erfitt með að slíta að vera borgarstjóri. Og nýleg skoðanakönnun sem segir að núverandi borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur rétt 90% stuðning borgarbúa. Þetta svolítið magnað. En þú svo hefur svolítið veltið fyrir svona tölum og ýmislegt sem að varða allt í það saman. Þú nefndi við mig svolítið áhugaverða pælingu sem að mér finnst svolítið, ég myndi gjarnan vilja heyra frá þér. Já, ég tók þessa síðustu skoðanakönnun sem að mann ekki hvort það var prósenti á hvað sem að birtist núna nýverið. Það sem kemur fram að Sjálfstæðisflokkur sé með 28-9% fylgi og Samfylking einhverjum 5% niðar og svo videre. En fólk fagnaði þessu gríðarlega. Hildur Björnsdóttir bara farin að máta borgarstjórakjólinn og voða gleði, en þetta fólk svo veruleika fyrst að það kann ekki eins og að lesa niðurstöðu úr skoðanakönnun. Skoðanakönnunin þannig að hún sýnir að borgarbúar eru svo að þrotum komnir og vonlausir. Þar með tali ég og fullt af fólki í kringum mig að þráttir þennan hörmungar meirihluta eins og varst að nefna sem búin að setja hér borgina, það ekkert allt slæmt sem þau gera. Nei, en þau eru með þetta, þessi, ég kalla það fasísku vinnubröð og viðhorf að ætla að stjórna því hvernig ég, þú eða allir aðrir borgarbúar ferðast til vinnu, starfa, tónstunda og annað. Við megum ekki eiga bíla. 90 og eitthvað prósent borgarbúa nota einkabíl daglega. Innan við 4% nota almenningssamgöngur. Þessi innan við 4%, það ástæða fyrir því, bara lifnaðar hættir, strúktúrin hjá okkur hér heima bara þess eðlis að það mjög erfitt að vera, ég ætla nú að sletta aðeins, pródúktífur einstaklingur í samfélaginu hér í Reykjavík á þess að hafa bíl. Ég þyrfti heila viku í að klára einn dag ef ég hefði ekki bíl til að vera það.
Það er náttúrulega svo margt sem spilar inn í það er líka bara veður og vegalengdir veður farslegt og margir í auka vinnu og Það er ekki allir í 101 eins og einn sagði. Nei, það er ekki allir í 101 sem að geta látið Reykjavíkurborg borga fyrir þessi leigubíla eftir hendsemi. Þegar þú lest rétt í skoðanakönnuna þá kemur í ljós að vonleysið er orðið þetta mikið eins og ég var að lýsa hjá borgarbúum að þráttir hennar hörmunga meirihluta sem er búin að vera frá 2007 eða hvað er, allavega 2010 mjög förm og ákveð, þá er þessi meirihluti, þetta er Viðreisn, þetta er Vinstri grænir, þetta er Samfylkingin, þetta eru Píratar og þessi flokkar. Þessi flokkar eru bara, takk fyrir túkall, með 60% fylgi samkvæmt þessari skoðanakönnun sem hafa verið að birta. Allir aðrir flokkar, Framsókn, Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur, öll súpan, 30% fylgi. Á móti 60% hjá fólki sem kann ekki að stjórna borginni. Þetta segir eiginlega miklu meira ekki, það segir ekki svo mikið hvað við erum með lélega meirihluta í dag og höfum verið með lengi, en þetta segir allt stjórnarandstöðuna, Sjálfstæðisflokkin, Hildi Björnsdóttur og hennar fylgifiska sem eru henni nánastir. Þetta er alltaf algjör niðurlæging fyrir það fólk að þrátt fyrir hörmungastjórnina sem er, að þá ná þessi flokkar allir samfellt í stjórnarandstöðu, ekki nema 30%. Heldur að haldreipi Heiðu Bjargar sé þá að reyna að búa til einhvers konar svona eins og R-listinn var búin til? Þetta er náttúrulega þannig, þetta eru sömu flokkar og hafa verið að rætta sig saman síðustu 15-20 árin, munu gera það áfram og það kom berlega í ljós núna kom berlega fram í ljós í borginni. Hvernig skiptinga voru þegar þar sprakk meirihluti og nýr var myndaður. Að meira segja Einar fyrir borgarstjóri, hann hafði enga trú á því að Flokkur fólksins myndi svíkja svona heftalega lit, að hann myndi ganga til samstarf við það fólk sem að mati Kolbrúnar Baldursdóttur, borgarfulltrúa fyrrum og núverandi þingmanns, hafði verið að misþyrma og misbjóða borgarbúum í öll þessi ár, 15-20 ár samfellt, og hún gjörsamlega var brjáluð á hverjum einasta fundi sem ég satt með henni yfir vinnubröðum meirihluta svo hvers konar eiginlega fólk þetta væri. Svo allt í einu breytist það bara með fingursmelli þegar hún er komin inn á þing og komið þingsæti og þykkur laun á báðum stöðum tímabundið. Þá er alltaf fær eftirsítjandi varaborgarfulltrúi sem tekur við hennar embætti einfaldlega fyrirskipun. Þú ferð í meirihluta með þessu fólki. Þetta eru heilindin eða hitt og heldur. Þetta sem fólk er einmitt að tala við mig, það skiptir engu máli hvað maður kýs. Þetta er allt bara viðkvæmdi. Alltaf upp sama sökið, sömu svikin, eigin hagsmunapot og þetta allt saman og þannig að maður velti fyrir sér sem er bara eðlilegt annarkvort er það þannig bara fólk neiti að kjósa og eða þá að það einhvern veginn hefni sín og kýsa eitthvað annað eða þá bara skera auðu en finnst þið vera komin tími og ég spyrði bara aftur eitthvað svona þvert á flokka og kannski svona R-lista hugsun sem að er kannski bíger. Já, ég held að þeir sem er á okkur að hlýða og þjóðin bara almennt og tala ekki Reykjavík íbúi Reykjavík að þeir gera sér grein fyrir að af hverju ætti eitthvað að breytast allt í einu núna þegar þetta er búið að vera svona í öll þessi ár. Flokkur fólksins sannaði í eitt skipti og öll að fólk setur fram stefnur, talar harkalega, grætur í bottunni, tekur dramakastið og gerir svo þveröfugt á það sem það boðaði. Það var eiginlega bara magnað að fylgjast með því atriði eftir síðustu þingkosningar. Hvernig það þróast og hvernig málin breyttist og það hafði áhrif inn í ráðhúsið. Þá skulum við snúa okkur að því. Gefum okkur það að eftir sitjandi fyrir bara borgarfulltrúi og þá orðin borgarfulltrúi, kona sem ég þekki hvorki haust eða sporð á, en gerir mig grein fyrir að hún er í klemdri stöðu og allt það. Gefum okkur það, hún hefði bara sagt ég tek ekki þátt í svona
Ég fer í meiri hluta með Einari Þorsteinssyni og Hildi Björnsdóttur. Og þá spyrja menn sig, þá væri nú annað að búa í borginni. Ég get bara sagt ykkur það hér og nú, það hefði bara nákvæmlega ekkert breyst. Og ástæðan fyrir því að Hildur Björnsdóttir, ég var með henni í borgarstjórn á 2018 til 2022. Þar var ég með fleiri góða fundi. Á hverjum einasta fundi. Ég satt í skipulags- og samgönguráði og ég tók fundi í borgarráði, umhverfis- og heilbrigðisráði, ég var út allt. Var með fastasetu í mörgum nefndum og ráðum og tók mjög oft sem varamaður fundi í öðru ráðum. Það sem var áberandi var í þessu öllu saman, það að Hildur Björnsdóttir, hún sagði alltaf já þegar kom tillaga frá meirihlutanum sem að þrengdi að eigendum einkabíla eða bílaumferð og greiddi götu borgarlínu. Hún sagði alltaf já við öllum borgarlínu áformum frá A til Ö. Hún sagði já við því að við alls konar þvælu og gæluverkefnum meirihlutans og ég hafði nú orð á því við þáverandi oddvita Sjálfstæðisflokksins sem var mjög mætur maður og í rauninni flæmdur úr stöðinni af Hildi Björnsdóttur og hennar fólki og fólk sem kemur þannig fram eins og hún gerði alveg frá fyrsta degi. Þú veist frá Eyþór Arnalds. Ég það tala með Eyþór Arnalds, þann mæta mann og ég segi bara eitt, þar gerði Sjálfstæðisflokkur í mistök. Ég sammála því. Að flæma hann, þetta var hann bjartasta von flokksins og hann hefði endað sem formaður flokksins og leitt hann til nýrra sigra, að mínum mati. Það að því að hann þrátt fyrir umtal sem hann fær eins og allir aðrir, þá hef ég aldrei kynst réttlátari, vinnusamari og heiðvirðstari manni heldur en honum Eyþóri Arnalds. Ég get ekki undir þetta með þér. Mér sárnaði þetta mjög þó ég væri á þeim tíma fyrir hluta kjörtímabilsins sem var að borgarfulltrúi Miðflokksins. Þá æxluðust mál nú ekki beinlínis vel þar þannig að ég enda með Eyþóri. Og ég gerði það með glöðu geði, þetta mikill leiðtogi og ég segi bara enn og aftur, borgarbúar með að syrgja þann dag áratugum saman. Þegar að Sjálfstæðisflokkurinn var full og þeir sem að Hildur Björnsdóttir var í slagtogi með þar og útskúfuðu þessum mæta manni út. Ertu þá að segja, ég verð að spyrja þig, ertu þá að segja þá að þegar hún segir já við öllu, er þetta einhverju hagsmunir, eigin hagsmunir? Já, það náttúrulega, sko... Finnst þér hún vera einhver fulltrúi hagsmunir? Já, ég meina, sko, þegar við aftekur á að viðskiptalífið virkar þannig að það einhver álitin meira vinstri, hægri, miðið eitthvað. Þetta allt saman því miður. Það eru sem sagt viðskiptablokkir út í bæ sem eru í rauninni í öllum flokkum. Og ef þú tekur bara tengsl, þá getum við sagt að tökum sem dæmi þegar Orkuveita Reykjavíkur kaupir ljósleiðara dótarið af Sín á sínum tíma. Já. Sín hafði þá verið keypt fyrir tölurnar minni með hafi verið eitthvað starf bilinu 2-3 milljarða. Ef ég man rétt, ég ætla ekki fullir af það, en ég man hinn á töluna. Það kaupverðið hjá Orkuveitin sem var að kaupa þetta fyrir dótturfyrirtæki sitt sem heitir Ljósleiðarinn, var að kaupa innviði Sínar í ljósleiðarmálum. Og kaupverðið þar var, það var 2-3 milljarðar. Já. Þannig að á þessu tíma satt Hildur Björnsdóttir í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Alla þann tíma sem þessi mál voru skegrædd, en vék til hliðar þegar máli var afgreitt. Hvers vegna var það? Við verðum alltaf átt okkur á að nýjir eigendur Sín, meðal þeirra í þeirra hóp var eiginmaður Hildar Björnsdóttur. Já. Við köllum þetta ofta hægri hönd Jón Ásgeirs sem allir þekkja. Já. Var eiginmaður Jón Skaftarsson sem eiginmaður Hildar Björnsdóttur og vinstri höndin var bróðir Þórdísar Kolbrúnar Reykdal. Já, Reykfjörð. Já. Þannig að þetta minglast allt í eitt stóra pott. Það eru hagsmunir aðilar á bæ, já, þetta fyllir mig vantrú. Ég ætla að syrgja daginn sem að
Sjálfstæðisflokkurinn sem framdi harakiri, það var ekki fólkið í flokknum, þetta var bara innabúðamál í Valhöll. Segjum mér þetta annað, við erum að tala skipulagsmálin, þetta náttúrulega, þetta er alveg hrikalegt og ekki sýnist mér nú þeir í Sjálfstæðisflokknum geta gert einhverja stóra sigra, því að þeir eiga í vandræði með leiðtoga, sérstaklega eftir að Eyþór var flæmdur burt eins og þú segir. Akkurat. En við tölum aðeins skipulagsmálin, stökkum aðeins í það, því þú þekkir það vel. Ég hef heyrt í iðnaðarmönnum sem tala að leyfismál og annað sé í miklu ólestri og rosalega erfitt að fara í gegnum það ferli og þetta er allt orðið þungt og tekur langan tíma og við langar svo að nefna við þessa þéttingarstefnu sem að mínum að þetta hefur klúðrast alveg svakalega og hér standa íbúðir seljast illa og ég sá nú auglýsingu daginn þar sem að var talað að það væri góð dagsbirta í íbúðinni og þéttingin er orðið svo svakalega það þarf að taka fram að það er ekki myrkur í íbúðinni. Akkurat, það þykir. Og það er jafnvel plús að segja að það sé, 1,5 stæði með íbúðinni. Þannig að, hvernig þessi þróun, hvernig þurfum við að vera orðin? Þróunni þarna er náttúrulega svo skaðlega að ég geti bent á ókostina í marga daga á þess að stoppa mitt tal. Tökum þetta bara svona í fljótu bragði. Já. Tökum bara gott dæmi eins og Vogahverfið. Já. Nýja Vogahverfið. Þar eru menn að kaupa upp heilu húseignirnar til þess að komast yfir lóðirnar til þess að geta byggt. Það þarf að byrja að kaupa fyrir morðfé fleiri milljarða húsnæði sem er til staðar í þessu iðnaðarhverfi. Það þarf að rífa það og náttúrulega leið þessi samningar, leið og blekið þvottað á þessu samningu Reykjavíkurborgar, þá lét meirihlutinn líða nokkra mánuði og svo hækkuðu þeir förgunargjaldskrána á úrgangi vegna niðurrifs húsnæðis og annað 180% með einum fingursmell. Þannig að það bættist ofan á það sem að þeir sem að réðust í þetta stóra verkefni fengu í nakan. Það er fyrir utan byggingaréttargjaldi sem að þessi meirihluti fann upp eða partur á honum. En það sem að skeður, látu það kyrrt liggja. Nú eru þessar íbúðir byggðar hana, þær eru náttúrulega dýrar og þurfa að vera dýrar af því að það er ekki svo fáar afhenta lóð. Gallinn við þetta er að fermetraverðið í Vogahverfinu og öllum þessum þéttingarréttum Hlíðarfóts byggingarnar af valsvæðið eins og fólk þekkir. Já. Fermetraverðið á þessu reitum smitar út í restina af fasteignamarkaðnum. Og það lýsir sér best í því að á tímabili og er sennilega enn, þá er það þannig að þá voru afgreiddur töluvert magn af fjölbýlishúsalóðum eftir því hverfi sem ég bý í, upp í Úlfarsárdal. Já. Og byggðar fjöldi bygginga þar. Það sem ég rak augun í er að þar fengur menn bara tilbúnar byggingarlóðir. Ekkert að rífa, ekkert að kaupa húsnæði, ekkert að gera. Og þar voru byggð svolítið praktísk hús. Þú sérða þau eru svona tiltölulega einföld að gerðu annað. Já. En þá er ekki augun í að fermetraverðið er nánast það sama og á fasteignunum niður í Vogahverfi þar sem að kostnaður er margfalt meiri. Mengun á fermetraverði. Fermetraverði stoppar ekkert bara við línu, heldur mengast yfir. Þá eru þeir sem að fá ódýrari lóðir og miklu minni kostnað, þeir geta verðlagt eignirnar á nána sama verði og er á þessum þéttingarreitum. Þess vegna er fasteigna markaðsverð búið að rífa sig úr öllu samhengi og rjúka upp. Og nú er þetta þannig í dag að síðasta sem að var gert núna í vikunni, bara án að við hittust hér nú, þá að verða að hækka gatnagerðargjöld í Reykjavík. Já, það er reynt. Það er hækkun sem að byggingaverktakar og fasteigna félög sem er að byggja í dag fá þetta á sig núna óvæntan 1,7 milljón. Það mun auka verðbólgu þegar þetta fer beint út í verðbólgumælingar og það mun hækka fermetraverðið enn meira sem mun síðan smit út í notaða húsnæðið og húsnæðið í öðrum hverfum og allt það, því að þannig er fasteignamarkaðurinn bara, einfaldlega. Það er nefnilega þannig að það er ekkert voðalega margir sem eru spenntir í að búa kannski í Vogahverfi eða Hlíðarfót.
Það er bara margir sem að meta það meira að geta búið upp í Leirtjörn upp í Úlfarsárdal og menn geta náttúrulega verðlagt eignina þá á sambarilegu verði og verið að bjóða á þessum fokdýru þéttingaréttum. Ertu þá að segja að stjórnvöld hafi, kannski ekki vísvitandi en hafi ruglað þetta fasteignaverð Já, algjörlega. með álögum og annað, hafi þeir til dæmis eins og Reykjavíkurborg hefur gert búið til þetta snarglikkaða fasteignaverð sem síðan svo stoppar, þú veist, tölum hvernig Seðlabankinn hefur náð að stöðva það til dæmis að fólk sem fer í greiðslumat og svo stoppar það, þannig að það er fast í einhverjum svona hlekkjum, það geti ekki keypt sumir til dæmis, Akkurat. fyrstu íbúð. Það er síðan næsti leggur og það er hérna þó séum ekkert að ræða, sko, þetta er bara partur af samfélagsvandanum sem að hinn venjulegi íbúi á landinu horfist í augu við. Við getum tekið til dæmis húsnæðisvexti að lánum. Að ef við tökum það sem kallað raunvextir, það er mismunur á milli vaxta og verðbólgu, hvað eru raunverulegi vextir sem að fjárfestar að fá fyrir sína peninga, þá er staðan þannig í dag og þetta er nú svona meir og minna í gegnum tíðina og versnað mjög núna eftir að Seðlabankastjóri tók við. Það er þannig að raunávöxtun í Bandaríkjunum er í dag 1,2%. Það er að segja vextir af fasteignalánum eru 1,2% hærri heldur verðbólgustigið er í landinu. Í allstaðar í kringum okkur, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Þýskaland, bara Evrópa leggur sig og öll nágranna lönd okkar, þar eru sem sagt fyrir utan þrjú nágranna lönd, þá eru raunvextir 0,2%. Þess vegna er allt brjálað í Bandaríkjunum af því að þetta þykir svo mikið okur að vera með 1,2% raunvexti. Þess vegna rak Trump þessa blessuðu konu daginn sem að hefur mest með þau vaxtamálin að gera. Það er þess að almenningur og fyrirtæki í Bandaríkjunum vilja ekki láta bjóða sér svona frákomu. Þau vilja bara borga 0,2 til 0,4% raunvexti eins og þykir eðlilegt í hinum siðmenntaða heimi. Og ég nefndi 3 lönd sem er ekki með 0,2% raunávöxtun í Evrópu. Það er Svíþjóð, það er Danmörk og ég man ekki 3. landið, ég man þessi 2. Þar eru nefnilega neikvæðir raunvextir, það er að segja mínus 0,4%. Þannig að það heldur ekki í við verðbólgustigið. Stýrivextir eru, það er það bil 2% verðbólga núna í nágrannalöndunum, en vextirnir, raunvextirnir, þeir ná ekki, sko, þeir eru neikvæðir. Það þýðir samaberið góðu félagum sem keypti sér íbúð í Gautaborg, keypti einu á Ísland og einu í Gautaborg, þau hjónin eru með í stöðu bæði, hann hér heima, hún erlendis í Gautaborg og vextirnir, við getum orðað þetta bara tölum þetta á íslensku, sama upphæða láni, 60 milljónir, þetta eru 4 herbergja íbúðir, þykja 4 herbergja, sambarilegu verði, þannig að lánin eru 60 milljónir í Svíþjóð, 60 milljónir hér. Í Svíþjóð er þetta 30 ára lán á breytilegum vöxtum og afborgun af því láni, 30 ára láni, er 180.000 krónur í dag. Afborganir af sambarilegu láni hér á Íslandi eru rétt 500.000. Það munar yfir 300.000 krónum í vexti á mánuði. Hvað eru þá raunvextir á Íslandi í dag? Við munum það að þeir eru 0,2% í öllum nágrannaríkjum okkar nema 3, þar eru þeir mínus 0,4. Á Íslandi eru raunávöxtirnir 3,4% sem er 18-falt hærra heldur þykir eðlilegt í nágrannalöndunum. Þá spyr ég, af hverju getum við ekki gert þetta? Af hverju erum við ekki að gera það? Við getum gert það bara leikandi. Ok, hvernig gerum við það? Alþingi. Já. Alþingi getur tekið sér til og með lagabreitingu. Seðlabanki á ekki að vera eitthvað skrimsli sem einhver einn maður að mestu leyti getur tekið geðþótta ákvarðanir hvernig hann ætlar að millifæra eigur íbúða landsins. Tökum gott dæmi.
Það var viðtal við seðlabankastjóra síðasta vetur í fjölmiðlum og því hægt að fletta upp. Þar segir Ásgeir beinum orðum að samkvæmt könnun bankans þá eigi landsmenn að öllu jöfnu töluvert spari fyrir ennþá og þar að leiðandi sé engin ástæða til að lækka stýrivexti seðlabankans. Það þýðir, hann sagði eiga ennþá. Það er verið að taka spari fyrir hins almenna borgara sem með húsnæðislán sem dæmi, bílalán eða hvað það er. Það er verið að tæma sparnaðinn yfir til hverra, yfir til fjármagnseigenda. Hvaða fjármagnseigendur beita sér ekki fyrir því að fá hér 18-falda raunávöxtun við hliðina því sem gerist í nágrannalöndunum. Ég sagði áðan verðbólgan í nágrannaríkjunum er 2,1–2,2%. Verðbólga þar er reiknuð, það er ekki húsnæðisliður inn í því af því að það þætti mjög óeðlilegt. Það er tekið viðmið að því á 15 eða 20 ára fresti til dæmis í Svíþjóð. Ég held að það sé svipað dæmi í Danmörku. En hér heima er verðbólga samkvæmt nýjustu tölum með húsnæði inn í. Það þýðir VAF, vísitala neysluverðs, heitir það. Og hjá Seðlabankann það viðmið notað að hafa húsnæðisverð inn í að sjálfsögðu því skyni að blöffa hærri verðbólgu. Þannig að hún mælist samt ekki nema 3,8% hérna, en hún er 2,3% ef þú tekur húsnæðisliðin út og notar sömu vísitölu og nágrannalöndin nota. Þannig að hvað segir það okkur? Það er nákvæmlega sama verðbólga á Íslandi eins og er í öll nágrannalöndunum. En hérna borgum við 300 og eitthvað þúsund krónum meira af venjulegu hófstiltu íbúðaláni á mánuði heldur okkar frændur í nágrannalöndunum. Og ég segi bara að þetta er það er ekki hægt að sætta sig við þetta. Ég er bara að berjast fyrir þessu máli lengi. Það eina sem þarf að gera, það þarf einhver þingmaður að hysja upp sig, hætta að hugsa í orðunum, hér er ég og mig frá mér til mín, og fara að hugsa herðu, ég var kjörinn til að hugsa þjóðina. Er ekki best að ég geri það? Heldur að það leggur fram þingmál þess eðlis að Seðlabankanum, eins og ég var að koma inn á það þarf að setja honum mörk. Heldur að það gerist? Það er til að gera með því að draga þau mörk, hann megi ekki vera með stýrivexti hærri en 3% eða 4%. Já, við heldur að það einhver sé á þingmaður komið til að gera? Því miður, bara ekki einasti af þeim sem er inn á þingi í dag, aftur komum við að þessu þvert á flokka, það eru hagsmanna aðilar inn í öllum þessu flokkum með sína fulltrúa inn á þingi sem að vilja halda þessu ástandi óbreyttu áfram. Og fjármagnseigendur njóta góðs að þeir stýra þessu frá A til Ö. Já. Og svo er notið önnu að ég er nú bara að kynna mér þessi mál vel. Ég er meira sér átt rökræður við fólk á förnum vegi sem kemur og segir mér að þetta sé ekki hægt og ég segi þetta er bara mjög einfalt. Meðan að verðbólga í Evrópulöndunum var hérna í kringum Úkraínu stríðu og það, þá fór verðbólgan í ESB upp í einhver 11%. Stýrivextirnir fóru aldrei hærra en 4%. Það er að segja hjá Seðlabanka Evrópu, danska seðlabankanum og sænska seðlabankanum. Við tökum þessi 3 dæmi að því að flestir fara eftir ákvörðunum Seðlabanka Evrópu. Svíjar og Danir gera það upp að vissu marki nema þeir eru yfirleitt komnir neðar í stýrivextum. Þannig að þegar stýrivexti voru 4% í ESB þá voru þeir 3,5 í Danmörku. Samt að verðbólgan í Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Evrópu eins og ég sagði áðan 11%. Verðbólgan á Íslandi er sem sagt ef við notum sömu viðmið. Við verðum að nota sömu viðmið, þá er verðbólgan á Íslandi í dag 2,4%, stýrivextir 7,5%. Í Evrópu eru stýrivextinir það bila sama eða minni heldur en verðbólgan. Þá ætla ég aðeins að stoppa þig, en þess að þetta er mér hitamál. Ég veit það, en sko það er oft þannig að þegar við förum að tala tölur og annað þá alveg minni einstaklingu hann alveg bara, wow, hann týnist það er oft þannig, en sko þegar við aftur á móti sem þú ert mjög svona tannaglöggur með þetta sem maður veist hvað að segja að koma fram, maður setur þetta fram þannig að maður skilji það og best er að skilja það þegar þú ert fann að borga minna af fasteigninni og hefur möguleika að taka þátt. Já. Og það er einmitt möguleiki sem að
sem þú ert að segja að það hægt að breyta þessu en þetta stoppar með ákveðnu valdi sem að stýrist inn á Alþingi. Akkurat. Það eru rökin sem eru notuð þeirra. Hér muni verða fjölda atvinnuleysi og það bara fer allt til helvítis. Hvernig er ástandið í Danmörku, Svíþjóð, Noregi og nágrannalöndunum? Já. Er borgarastríð þar? Loga byggingar? Á enginn fyrir mat? Vafra bara zombíur göturnar? Nei, bara aldeilis ekki. Fólk borgar bara. Þetta besta dæmið, eins og þú sagðir, ekki rugli fólki með tölur, ég gera það fyrir nördana. En besta dæmið viltu borga að 3 herbergja íbúð 180.000 krónur á mánuði og þú veist að það verður alltaf 180.000 krónur af því að þegar að vexti fara niður fyrir 2% þá býðst þér að festa á út landstíman. Viltu borga 180 eða 510.000 á mánuði? Já, þetta sko, ég man eftir þegar þú fórst á stað fyrir síðustu kostingar, talaður þetta og það voru margir sem þau sambandið með svona fjármála snillingar eða einstaklingar sem eru mjög inn í því þessu, þetta bara ekki hægt. Þetta ekki hægt. Og þingmenn jafnvel sko sögðu sem ég heyrði í og þeir sögðu þetta væri þvæla. Það sjálfsögðu. Þessi kúgun sem að landsmenn bæði sérstaklega minni fyrirtæki og heimilinn í landinu, þetta alltaf bara fjárkúgun, ekki talað. Og þetta partur af því að kæfa okkur. Já. Þannig að við höfum ekki, eins og ég kom inn á áðan, fólk hefur ekki orku í að mæta með okkur á Austurvöll að stórum part út af þessu. Já, en einmitt skilaboðin eru svo alveg gríðarlega mörg og það væri sko bara af trúnaði við þá einstaklingar sem senda manni skilaboð að það sko stuðningur alveg gríðarlegur, maður bara á ekki til orð. Það er ekki sko hvern einasta skipti sem ég hef opnað símann þá eru skilaboð þessi fólk að þakka fyrir við stöðuna, haldið áfram, þið verðið að halda áfram. Og þegar við ákváðum að fara einmitt á stað með þetta vera með svona hlaðvarp og ræða málin, þá og jafnvel margir að spyrja, hvenær næsti fundur, hvenær næsti, nú ætla ég að mæta, með ykkur næst. Það einmitt sko ánægilegt að gera það og en mér ákvæmst að koma aðeins inn á borgina. Já. Nú hefur þú verið óhræddur að segja að þína skoðun var að það saman. Hvernig þessi málefni hælisleitenda? Ég að sjá auglýsingar sko á það sem að vera ósk eftir íbúðum. Það sem kemur svona klausa niðri að það eru öruggar tryggingar varðandi greiðslu á leigu. Já. Og ég veit dæmi líka bara af einstakling góð vinnum sem var að leigu út íbúð og það komu aðeins sem yfirböðu leigu upphæðina sem að hann setti. Já. Og hann var með 280.000 og hún fór í 360.000. Akkurat. Og þegar hann áttaði sig á því það var viðkomandi var tilbúin sem borgaða og hann sem sér, þetta alveg svakaleg aukning sem ég að fá. En hann leigir íbúðina, hann kemur í ljós að það var sveitafélag ákveðið sem að borgar þetta og það voru fyrir hælisleitenda. Akkurat, og þetta komu aftur, nú kemur aftur. Ég langar að spyrja, sko, hvernig, sko, þú þekkir þetta í borginni, hvernig hún að standa sig? Hvernig þetta? Nú svo gaman að koma með samanburðinn, þegar fólk segir að skiptir engu máli hvað ég kýs, það breytist ekkert, og því miður þá það bara rétt. Af því að nú tökum við 2 sveitafélög, Reykjavíkurborg og Hafnarfjörð. Já. Hafnarfjörður, það svokölluð vinstri stjórn, búin að vera við lýði í öll þessi ár. Í Hafnarfirði Sjálfstæðisflokkurinn búin að ráða ríkið núna í mörg ár og í rauninni nánast einvald í dag. Sjálfstæðisflokkurinn. Og það hafði samband vinnafólk við mig, tvenn, núna nýverið, sem að hafðu hvort í sínulega þau þekkjast ekki, auglýst til leigu íbúðir, sikkur á íbúðana. Voru með, eins og þú nefndir, það reyndar ekki sama dæmi og þú með, voru með tilteknar leiguhippar hugmyndir og fjöldi fólks hafði samband. En símlega var haft samband strax frá 2 sveitafélögum. Annars vegar Reykjavíkurborg og hins vegar frá Hafnarfjarðarbæ. Báðir aðilar buðu traustar greiðslur og hærri heldur en þær sem að auglýstar eftir þessu leiguveði. Og þá segir fólk, þetta hefði aldrei gerst ef að Hildur Björns væri nú komandi valdið eitthvað. Jú, vinkonunnar ræður ríkjum í Hafnarfirði.
engin munur, tökum þéttingarstefnuna, förum við það líka. Að því að allt hefur þetta áhrif og hefur allt með hælisleitanda iðnaðinn að gera. Kem inn á það í kjölfarið. Já. Tökum þéttingarstefnuna óöflugu, sem náttúrulega að mínu mati algjör hryllingur. Og þetta minnir mig svolítið á gömlu Sovétblokkinu sem að verða að bomba upp, byrjaði að hluta til upp í Breiðholti. Þú sér þetta í Gautaborg og víða í Svíþjóð, hafa mokað upp svona húsnæði með, þetta svo ómanneskilegt að hálfværi nú. En tökum bara þannig ég fari nú geta á brautinni með dæmin og þá tökum við næsta bæ, vinnabæ Reykjavíkurborgar, Kópavog. Hver eru búin að ráða ríkið þar í svo marga áratugi, man ekki hvað lengi. Yfirleitt með eina hækju frá Framsókn með sér, einn borgarfulltrúi eða svo, oft bara einir, það eru sjálfstæðismenn. Hvað finnst mönnum þéttinguna til dæmis í Smárahverfinu, fyrir ofan Smáralind? Þangað heimsótti ég góðan vin minn daginn og ég var bara í áfalli. Ég hugsaði samfylkingin þar eiginlega bara að gefa í ef hún ætlar að ná Kópavogsbæ í fáránleikanum að því að tróða upp allt og mörgum íbúðum á allt og litla reiti. Þess að segi ég, þetta er þvert á flokka og hvað gerir þú situr upp orði með 20 íbúða svo getur ekki selt eða vilt kannski fá inn góðan hluta og selja það svo, þá er gott að hafa opin landamæri og fá trygga og góða leigu frá Reykjavíkurborg eða Hafnarfjarðarbæ eða Kópavogi. Og það sem er inn í þessu líka, já, þetta er áhætta, nú hugsa sem mér, ég myndi ekki þora að leigja svona hælisleitendum, þú veist, íbúðin, ný íbúða eða flott allt það, hafðu engar áhyggjur, þessi sömu sveitafélög hafa ítrekkað, þú veist, að endurnýja að fullu þær eignir sem þeir hafa leigt fyrir hælisleitendum. Ég veit dæmi það. Við þekkjum fjölda Það var skrifað undir samning að ef að eitthvað gerist, það var komið fulltrúi frá sveitafélaginu, tóku íbúðuna út frá sveitafélaginu og eigandunum og svo í lokin þá endaði með því að hún var nánast fókeld og sveitafélagi þurfti að borga allt saman. Þessi vaxtamál, þessi þéttingamál og allt þetta sem við erum búin að ræða, þetta tengist allt beint inn á hælisleitenda iðnaðinn, þennan 100 milljarða iðnað sem að ákveðnir aðilega alltaf fiska allt út úr og svo byttu fyrir þeir að þú ferð að minna það borgarlínu. Þá fyrst missir fólk alla trúa tilveruninni þegar fattar hvaða flokkur stendur öflugast þar að baki. Já, það er sjálfstæðisflokkur. Já, það kemur manni. Hver er stjórnarformaður? Já. Það er Friðrik Sófusson. En Árni Matthísen, fyrirgefðu. Hver er framkvæmdastjóri Betri samgangna eða borgarlínu batterísins? Það er Davíð Þórðarson. Já. Sjálfstæðismaður í húð og hár. Dagur B. má eiga það og ég segi það hér óhikað er einhver öflugasti, klárasti og magnaðasti pólitíkur sem ég hef kynst ævina. Hann leikur leikið þannig þessi borgarlínu fantasía hans að hann eigi bara 3 bílastæði og bíla en almenningu eigi bara verið í strætó. Punktur. Ekki að vera að þvælast fyrir honum öðrum. En ég gef honum það til hrós að hann situr vantarlega heima á sér yfir kaffibóllunum og er að horfa á bílaflotan fyrir framan veröldina og hugsar hvernig get ég fengið sjálfstæðisflokki með í þetta. Bingo. Hann ringir, heyrðu, þið fáið yfirráðu í stjórnina á þessu batteri, Davíð Þórðarson verður þarna, þið veljið ykkur mann þarna, takkið bara Árna Matthísen eða hver sem það er. Þannig að þið myndu stjórna þessu öllu og þið vitið að þegar þetta kerfi fer í gang, fyrir að fara að innheimta fyrir alvöru á borgarbúum peninga, fyrir að nota bílir, þá þarf að setja upp innheimtu kerfi. Það eru myndavélar að taka myndir af bílnúmer, bara eins og þegar þú keyrir inn í bílastæðahús í Hafnartorginu. Þetta verður sett upp út allan bæ og það verður náttúrulega útboð þegar kemur að þessum kafla og að sjálfsögðu verður útboðið með þannig skilur og það er bara einhver einn aðili sem stenst kröfunar og hann á að þykja. Ég spurði það þessu ítrekkað þegar ég var í borgarstjórn. Hver er áætluð þóknun þess sem að setur upp búnaðinn og sér innheimtu? Hver er gjaldana? Já, það er ekki ákveðið en eitthvað staðar á bilinu 5-15%.
Þannig að nú á að fara inn þetta fleiri milljarða í vegatolla þegar við ætlum að skreppa niður í vinnu eða í Costco eða hvað það er. Ég þarf sennilega að borga tvisvar ef ég fer í Costco eða IKEA, að ég þarf að borga þegar ég kem inn á Vesturlandsveg og ég þarf að borga þegar ég kem inn á Reykjanesbraut til að keyra þangað og svo þarf ég að komast heim aftur. Þannig að 300 kall hér og 400 þar og 600 þar, það mun kosta mig einhverjar þúsundir að bregða mér að bæ. Og þetta finnst þessu fólki bara eðlilega. Sjálfstæðisflokkurinn er algjörlega fallinn í þessa grefju. Dagur B. Eggertsson fékk bara réði Sjálfstæðisflokki í vinnu hjá sér við að koma borgarlínunni í gegn. Og hver er búinn að berjast ötulega fyrir henni með að segja já við öllu því bygsi niður í ráðu sín? Hildur Björnsdóttir. Ertu að segja það, Haldur, að nú horfir fólk á þetta að það hugsa með sig bara, Christ. Samsæriskenningar, nei, þetta er starrið. Er þetta svona eitthvað? Þetta er bara svona. En sko, svo hugsa líka fólk, ég veit að sko, er endalaust að fólk tala um þessar skattpíningar og að vera að setja fastindan gjöld inn á okkur og ýmislegt, þannig að veist, svona, sko, fólki fattast hendur. Það er það sem ég það er eiginlega búin að fá nóg, þannig að komið aftur að þessu, finnst þér vera komið tími bara á eitthvað nýtt? Þú hrópar fólk eftir, sko, það er á alls konar spjallunni á okkur, Ísland þvert á flokka, það vill bara að við förum alla leið og stækkum, útvíkum þetta með öðrum hætti og hvernig sér þetta fyrir þér? Svona, þegar þú segir þetta svona, þá get ég alveg sagt það bara hér, bara sem flýgur í höfuð með núna meðan ég var að hlusta á þig. Og Ísland þvert á flokka, við ætlum að berjast fyrir íslensku þjóðina, að við fáum að halda okkar einkennum og sérkennum og það sem ég hugsaði íslensku þjóðina, hún sé sett í fyrsta sæti. Hún er það alls ekki í dag og alveg sama hvað sviðu fyrir minna á. Þess vegna þurfum við að loka landamærunum og leggja niður hælis umsóknarkerfið allavega til 5 ára og jafnvel 10 eða 5 bara eins lengi og þarf. Við höfum fara aftur á það gamla góða stað sem við vorum á þegar við tókum við hópi flóttamanna frá Ungverjalandi. Það hefur sennilega verið 1969 eitthvað svoleiðis, kringum 1970. Þar voru valdar fjölskyldur sem komu hingað, við tókum fólk frá Vietnam 1978-9 ég maður rétt. Það kom 50 manna hópur, það voru nokkra fjölskyldur sem að stjórnvöld höfðu húsnæði fyrir, höfðu heilbrigðiskerfi fyrir og höfðu aðstöðu til að taka móti fólkinu og gera það vel. Já. Í dag getur þú gleymt því. Eina sem að núverandi stjórnvöld gera er að moka peningum í fólki og það gengur sjálfala göturnar. Það er ekkert, engin strúktúr til að taka móti þér. Af því að það er verið að taka móti þúsundum þegar við ættum að vera að taka við í mestalagi tugum. Það sem að og við eigum að velja einstaklingana eins og var gert áður fyrr. Já. Nei, hingað flytja bara þekktir hryðjuverkamenn frá Gaza. Hvað er það fyrsta sem þeir gera? Þeir fara niður í skreppi kaffi hjá Mögustínu og svo fara þeir rakleittir á Þingvöll og berja gluggana þar og kalla ráðherran okkar, sem eru náttúrulega bölvaðir spaðar mörgu leyti, en kalla þá barnamorðingja. Það er það sem þeir gera. Mennirnir, jafnvel sem eru nýbúnir að myrða börn eða einhverjir þeim nátengdir. Já. Og það er líka málið, það er engin skönnun á því hver er að koma þaðan. Það er engin bakgrunnur eða nokkuð skapaður hlutur skoðaður. Og þetta er alltaf afleiðing að því að við erum bæði með hripleg landamæri sem er mjög einfalt að kipa í liðin og svo erum við líka með ráðherra og ráðamenn sem brjóta gegn þjóðinni og það var síðasta spilið sem að kláraði mig gagnvart sjálfstæðisflokknum. Það var þegar Guðrún Hafsteinsdóttir sem er formaður í dag brást mér og stórum hluta sjálfstæðismanna og brást íslensku þjóðinni með því að afturkalla brottflutning ungstrengs til Spánar á sínum tíma. Nota bene til Spánar sem er eina landið í heiminum sem er með spítala, þekkingu og lækna til að takast á við þann sjúkdóm sem að hrjáir blessaðan drenginn. Í dag er málið þannig að hann býr hér og það er flogið með hann til Spánar til að fá þjónustuna
og Spánverjar senda okkur himinháa reikninga fyrir þjónustuna af því að þetta ekki á þeirra færi. Þeir voru búin að gera klárt til að taka á móti fjölskyldunni og þá hlakkaði til að sinna drengnum með öllu þeim með bestu mögulegu þjónustu fyrir hann í heimi. Guðrún Hafsteinsdóttir aftur kallaði þetta í miðjum kríðum þegar fekk símtal að næturlagi frá sínu fólki. Og þetta bara svona dæmi vittleysuna. Og svo segir fólk voðalega þessi baldur vondur við litla drengi. Nei, þvert á móti. Ég vildi hann fengi á staðnu þar sem hann byggi bestu mögulegu þjónustu. Já. Það var bara málið. En við langar svo kom inn á eitt, þú segir vondur. Það kom mér óvart þegar að ég fer að stað að ræða þessi mál hælisleitenda og það er ekki mikið það en ég hef alveg fengið svona fólk að segja sína skoðun og spyrja hvort ég var einn galinn sem veit en svo þegar ég fór að ræða við hann ýmislegt og kostnaði lið og annað og þá nánast sagði hann hvenær verðið með næsta fund því að þetta var allt vonum svo falið að hann áttaði sig ekki á því hvað til gríðarlega miklar upphæðir sem að fara þetta í gegn og hversu líka að þau tala falið upphæðirna sem fer í þennan málaflokk hvaðan í raun falið. Svo líka annað sem að kom mér óvart þegar ég fór að ræða þetta, það ofbeldisliðin. Og mér langar svona þess að enda það með þér, það kom mér virkilega óvart hversu grófar ofbeldishótanir hafa komið eftir maður fór að ræða þetta og einstaklingar sem að tengjast löggæslu og annað, þeir hafa bent manni á að bara lítum öxl, Hefur þú í þessu málu, hefur nú verið svona sagt þína skoðun, hefur þú upplifað einhvers konar svona ofbeldis þátt fyrir að segja skoðun þína? Já. Þegar fólk hræðist þetta að stíga fram? Ég hef fengið leiðilegt viðmót víða það sem ég hef komið og það er greinilegt að einhverjir af þeim aðilum sem að ég taldi óæskilegt að fengju dvalarleyfi hér vita hver ég þeir eru þeirra duglegir að kynna sér málin. Ég hef ekki álið fyrir neinu ofbeldi eða neinu slíku en ekki ennþá og vonandi verður það nú ekki. Nei. En vandinn Sveinn, að þú talaðir áðan þurfum við að gera eitthvað meira, einhver von að einhverju flokkar sem eru starfandi í dag grípi til ráða, þá segi ég bara, ég held að ef það kemur ekki nýtt afl fram sem að setja bara mjög einföld stefnumál á dagskrá. Það að setja að því öll þessi mál sem að við höfum verið að ræða, að við viljum að núverandi stjórnvöld geri, fjallar öll nákvæmlega samálið, það að setja íslensku þjóðina í fyrsta sæti. Einhver valdhafar að gera það í dag og allra síst hjá borginni. Þeir eru alveg sekir og alþingi. Því við megum ekki gleyma því varandi það að Útlendingastofnun og ríkisstjórnin getur ekki mokað hér inn endalausum hælislendum með því að vera með ónýt lög samir og samþykkt 2014, 15 og 16. Ger ekki neitt út af tekjunum sem að þessu fyrir útvalda aðila. Þetta vandi sem við leggjum í og Reykjavíkurborg gæti hæglega sagt við tökum ekki á móti einum í viðbót, við erum búnir að hálfu rústa skólakerfi borgarinnar, heilbrigðisþjónustu borgarinnar, þetta allt í mólum út á álagi. Og þá segir fólk, hverju breytir það í Reykjavíkurborg ef að ríkisstjórnin lagar þetta ekki og þetta streymir inn, þá skulum við bara hafa það mjög einfalt, tökum J.L.húsið aftur, sem dæmi. Það sem Útlendingastofnun gerði massífa leigusamning til 30 ára. Það eitt hlutur sem að þarf í slíku tilfelli. Það þarf að sækja leyfi hjá hverjum Reykjavíkurborg. Skipulagssviðið þar breytta notkun húsnæðis. Þar hefði til dæmis nýtt afl geta sagt kemur ekki til greina. Það var ekki gert. Út af þessum krossmengunum sem ég var að tala milli flokka, hagsmunatengslum, þvert á flokka þetta henni, þá var bara sagt já og amen því.
Þess að nýtt afleiði geta sagt kemur ekki til greina, breytiði lögunum. Stöfðiði, að því að þetta ekkert annað en innrás. Þetta innrás í íslenskt samfélag. Það verið að rústa öllum innviðunum hérna, skólakerfinu og öllu dótinu og við sjáum það best á því í sumum skólum borgarinn og haldið ykkur nú hlutfall erlendra nemenda í grunnskóla komið í 70-80%, það sem að hæst lætur. Og ég veit ekki hvernig kennsla á að fara fram í þeim skólum. Ég heyri líka einnig sem að, það það sem svo, flýgur tími frá okkur en ég heyrði dæmi að það svo mikið líka, ég tala þessu ofbeldislið, sko, að kennarar eru farnir að finna fyrir, sko, auknu ofbeldismunstri og svona ákveðnum hótunum sem það fyrir og þeir eru bara orðnir hræddir margir. Og jafnvel í ákveðnum, sko, fjölbrautaskólum eða þess að framhaldsskólum, þá eru einstaklingar bara orðnir hræddir. Vegna þess að það virðist vera það má ekki ræða hlutina, sko. Það má ekki taka á þessu og þú þá stimplaður sem allskins útgáfur af því sem þú ert að gera og þannig að já, þetta náttúrulega rosalegt að upplifa þetta og fyrir fólk sem að horfa það hugsa með sig bara, hvað hægt að gera? Og ég ætla að leyfa að eiga loka orðin, ef þú fengir bara núna á mánudagsmorgun að ákveða hvernig framtíðin ætti að vera, hvernig myndir hafa þetta í stuttumáli? Í stuttumáli þá myndi ég fara þá leið sem að Ísland þvert og flokka boðar, að taka landamærin, stöðva streymið, brottvísa stórum part af þeim sem eru hér í dag og hafa sýnt og sannað að þeir eiga ekki erindi, eiga ekki heima hérna. Þá ég að tala alla þá sem hafa brotið gegn íslenskum lögum. Og við myndum leysa það mál mjög hratt og vel. Við myndum í annar stað leysa jafn hratt og vel þann vanda sem að kristallaði því í dag að rétt það bil 9 að hverjum 10 kauptilboðum í íbúðarhúsnæði á fasteignamarkaðnum í dag falla á greiðslumati. Þar sé að væntanlegir kaupendur standast ekki greiðslumat áskirs, eins og ég kalla það. Þar sé að Seðlabankans og bankastofnunum má þar að leiðandi ekki lána þér. Þannig að þú eru bara að halda áfram í staðin fyrir að borga 500.000 í afborgunarláni, þá þarftu bara að borga áfram að sambærileg 500 eða 600.000 í leigu. Þannig er búið að stilla málum. Þetta myndi breytast á mjög skömmum tíma. Það eru bara ný lög Seðlabanka. Það eru ný lög útlendinga, ný útlendingalög. Við tökum þessa skelfingu sem að þetta fólk sem að það veit allir hverjir voru í ríkisstjórn 2014 og 15 og 16. Flettið því bara upp. Þeir bera ábyrgð á stóru leyti á því hvernig staðan í dag. Það var fullt af fólki sem varaði við því á þeim tíma, meðal annars með að mótmæla fyrir utanríki, að þetta myndi opna þessa flókátt, ekkert hlusta á það. Þetta var bara eitthvað sjúkt fólk og útlendingahatarar og eitthvað. Þetta verður alltaf ræst. Við erum kafferð og við erum ekki að tala erlend vinnuafl. Svo lengi sem að vinnuveitandi getur séð sínu fólki fyrir húsnæði, borgaði mannsamandi laun, það sér sig sjálft. Það fær ekki fría leigubíla, fría læknisþjónustu, fría tannlæknaþjónustu, frítt hvað sem og síðast en ekki síst frían túlk, hver sem það fer. Það það sem hælislendur fá. Túlkaþjónusta, bara hún inn á sér. Áiði í billunina komin vel á 2 milljarð á ári. Staðreynd. Þannig að nýtt framboð, ég játa það, ég hef átt talið Sigfús að ég sé farin að halda að það sé eina vonin fyrir þjóðina að koma eitthvað nýtt öflugt framboð og ég skora bara á það sem að þetta heyra að skoða málið. Hægt að kjósa eitthvað með þessu flokkur sem í dag samkvæmt minni skoðun, þá svarið einfallega nei. Það að því að enginn þeirra hefur brugðist við því ástandi sem í dag. Þá þýðir að það þarf að koma eitthvað nýtt til. Og hver veit, nema undir pottlokinu malli að Ráðabrugg að búa til afl sem geti komið þjóðinni til bjargar þvert á flokka. Við erum að glíma við óvin
sem þvert á flokka inn á Alþingi í Ráðhúsinu út allt land í dag. Og eina leiðin til þess að sigra slíka baráttu fyrir hönd íslensku þjóðarinnar og bæta hennar hag, það að stofna til nýs framboðs þvert á flokka sem með þetta eina sjónarmið að setja hagsmuni íslensku þjóðarinnar í fyrsta sæti, af því þá fylgir allt hitt automatist með. Það mín loka orð. Þetta rosalegt. Ég held að þetta verði fyrirsögn einhvers staðar. Ef að fjölmiðlar þora að fara með stiklur úr þættum í okkur. Góð spurning. Já, við sjáum til. Við allavega komum þessu framfæri og ég þakka þér fyrir að koma, Baldur, Já. og við erum búin að matla margt saman og hver veit hvað gerist hjá okkur. En það alveg ljóst að stuðningurinn mikill og þetta mjög spennandi og spennandi tíma framöndan og fleiri þættir framöndan. Við erum alveg með hörku dagskrá á framöndan. Ég hlakka til að fylgjast með. Já, ég bara enn og aftur takk fyrir að koma. Og takk fyrir boðið. Takk fyrir mig.